Hi besties! Hi besties og til hamingju með The Met Gala. What a week. What a week. Uppáhaldsmánudagurinn okkur. Ángríns. Einu góðu mánudagurinn á árinu. Já, fyrstu mánudagurinn í maí. It's our Super Bowl. Ángríns. Herru, við bara, þú veist náttúrulega, eins og þið vitið, þá komum við inga út til þess að reyna að vera nær. Og og kannu segja fyrir því sérstaklega því sem eru að horfa núna. Welcome to our humble home. Já, þetta our casa. Þetta our casa. Við erum á hótelinu The Mark. Og þið myndi googla núna The Mark, Met Gala 2026, eða bara Met Gala ever, þá sjáu þið að þetta það sem stjörnunar gistu og voru fyrir Met. Bara flestar, langflestar. Það eru þessu það eru 4 aðalhótel í gangi. Já. Það The Mark, sem við erum á núna. Það The Carlisle. Og það Ritz-Carlton. Og svo eitthvað sem heitir eitthvað Soufiette eða eitthvað svona. Þetta svona þessi 4 aðal. Og mark, alltaf bara með svona ógeðslega marga. Og það það sem við erum. Right now. We stayed here tonight. Við sáum að það var laust deginum eftir Met. Ég meina, við þurfum að ræða það að Sabrina Carpenter is in the house, Giacomo is in the house, Anna Ventura is in the house, Connor Stories, Hudson Williams, Ashley Graham is in the house. Já. Það voru allir að gista hérna. Doechii, já. Bara you name it. Ef þið farið og skoðið The Mark, bara svona red carpet, hérna sem var fyrir utan. Þau voru öll hérna. sko. Öll hérna. Nema Kardashians. Kardashians voru núna í ár á Ritz-Carlton. Eru yfirleitt, sko, mér finnst yfirleitt fyrir hér eða Carlisle, sko. Já. En það bara eitthvað, öðruvísi ár, skilur? Eitthvað var það. Eitthvað var það. En þannig já, við bara, til þess að taka the research on a whole different level. Já. Þá voru við bara, við skulum vera þar sem að þau get ready. Ég var bara að horfa myndband áðan af Hudson verið að gera sér ready. Hann var bara í svona herbyggi. Hann var reyndar í svítunu, eða svona smá svítu. Já, já. En þú veist, it was the same vibe, skilur. Svíta hennar. Þetta svíta. Þetta ótrúlega herbyggið og það samt svíta. Já, þetta svo flott, sko. Gorgeous. Þannig að we took it another level, bara þegar við vorum bara, ok, út af maður veit alveg bara, ok, við vissum alveg bara borgin verður undirlögð af Met Gala, maður veit það. Og maður veit að, þú veist, margir elska celebrities og þannig. Ég ekki að segja eitthvað svona að þetta komur óvart, en það komið smá óvart bara hvað borgin var lokuð. Já, allavega bara hérna in the Upper East. Já. Það var all lokað hérna. Já. Og maður komst ekki neitt nálægt The Met. Nei. Nema og væri bara búin að camp since early in the morning. Já. Þeir eru náttúrulega ógeðslega margir sem komu bara hádegi, pleysuðu sig fyrir framann. Og það var til að segja íslensk stelpa sem sendi okkur og hún hafi gert það bara farið Queen. Já, og hún flott story, hún sá bara alla. Þú veist, hvernig pissaður þau? Vinkonan hennar ætlaði að koma mat fyrir hana, þú veist, vatn og eitthvað og mátti það bara ekki. Nei, en hvernig pissaði hann? Ég meira ágjör af því. Did you have a diaper? Probably. That's crazy. Honestly, sko, að því að, já, I don't know. Potið. Það er cool ólulegt að pissa þetta úti, sko. Já. Þannig að Er þetta allt bara að rúa pissublötu fólki? Skilur? Já. Það alveg crazy að pæli því. Já. Ef bara ekki að drekka neitt, skilur við. En ég pissa samt á 40 mínúna fresti eða eitthvað sko bara. Já. Það er allavega að pissa þetta 3 tíma. Það er bara að dehydrata sig. En hvernig getur þú lifað þannig? Ég veit ekki. Það er ekki I don't know, vaskriða. já. En allavega við, þú veist, að þegar Met var svona streymið var búið og Met var ennþá í gangi, þá vorum við eitthvað svona, ég var kannski bara rölda þetta framhjá. Þegar við vorum að borða þetta Upper East Side og bara, röldum framhjá. Bara, þú veist, við talum bara hver einasta hliðagata sem var í átt að húsinu var lokuð. Og bara fullt af löggum. Já, bara allstaðar. Bara að þeir stóðu bara ég glimti það að fara að koma inn að skilur. Já, skrítið samt, þú veist, að ég skil ekki alveg það að mig ekki. Nei, að því að þau eru hvort þeir komin inn þarna Já, eitthvað. þú veist. What's the drama? Þú veist ekki blocking traffic, einhvern veginn, þú veist, sem bara labbandi manneskja. Ég skil ekki að loka fyrir bílum. Passa upp á húsið þeirra, að þau séu öll saman í þessu húsið eða eitthvað. Gríms. Sér eitthvað svona hryðverka dæmi eða eitthvað. Já, þess að segja, ég skil alveg að þessi loka fyrir bílum. Þú veist að það blokki traffík eða eitthvað svona þannig. En fólk getur náttúrulega líka alveg farið labbandi. á fæti, Já, gera algjörlega. eitthvað af sér. 100%. En já, þú veist, þannig að við vorum bara hérna á röltinu
on the Upper East Side þegar Met var bara enda í gangi. Streymi var þú veist búið en Met var náttúrulega enda í gangi og þá fólki var bara hann inni og við sáum að sjá bara inn í teppið, skilur the carpet og stigan, það var alveg surreal. Já, það var það. Þegar við fórum á okkur mjög fínan stað inn í Upper East Side sem vist bara svona mjög lokal fyrir celebrities, við vissum það ekki. Nei, þetta var algjörst bara perla sem við einhvern veginn svona óvart bara fundum, já. Að við vildum vera á þessu svæði í kringum þetta. Gwyneth Paltrow bara borða? Já, Gwyneth Paltrow var bara hana með okkur. Já. Bara stórglæsilega hana og hún greinilega borða mat, skilur. Sem veitingastað. That's the fucking tea. Já, that's the tea. Hún vil alveg vinna, hún sé organic as fuck og borða ekki neitt og eitthvað svona nema að sé alveg lífrænt, en hún var bara hana, þú veist. Örgulega bara borða franskana sína, sko. Já, franskar og kaviar, sko. Like we did. Já, veitu það, hún ekki betri við. Nei. Hún ekkert betri við. Nei, en já, við fórum algjör perlu, sko, og vorum að borða þarna og áhugavert að sjá svona hvað þau fá sér. Þetta er svona þeirra lokal staður, skiljur, þú veist bara, ég ætla að skreppa hérna. Það er svona að borða eitthvað. Já, fá mér mjög dýran mat og dýrt vín og... Þetta var mjög dýrt staður, ég get sagt ekki að allt hérna in the Upper East Side, það er svo... Mega dýrt. Það kemur ekkert óvart kannski, en það er alveg helmingi dýrara hér heldur en bara niður í Soho til dæmis. Þetta munar helling. Það er alveg crazy. Þetta er bara 20 mínúna geislaði burtu, eða þú veist. Einmitt. Svona ok. Munar alveg helling, sko. Það er eitthvað, þetta er náttúrulega svona mjög mikið old money fólk þetta. Það er allir bara rich. Þú sér bara á öllum og þau eru bara, þú veist, það er allir með Birkin hérna og eitthvað. Þetta er bara, hérna er ríka fólki. Þú veist, við sátum inn í gær, náttúrulega búin að tjekka okkur inn á þetta stór glæsilega hótel og vorum að fylgjast með stjórnunum fara og líka bara teimnuð þeirra að pakka saman. Oh my god, the bags of bara Dior og dalala, þú veist, bara, þetta fólk var bara, ángurins, fólk var að labba út úr þessum herbyggjum með sko, við erum að tala um bara, með bara, þú veist, ég veit ekki hvaða tæki þetta voru. Nei, eitthvað rosalegt. Þetta bara svona, skinnítæki, sko. Bara body sculpting, þú veist, þetta voru bara svona, við erum að tala bara svona, það væri bara læknisgræjur. Já, bara eitthvað svona game-græjur. Já, bara svona röntgen, eitthvað, þú veist, þetta var bara eitthvað svona, við bara, hvað voru þið ekki með þetta? Svona alltaf bara með 150 fataslár. Nei, hvað heitir það, Riders listanum? Skilu, það bara ég ætlar alltaf að hafa þetta tæki just in case. Já, bara ég ætla að fá bara ævi í bara, ég ætla að fá okkar vítamínandi morgunin í æð, skilur, þetta verður bara ready og crazy. En sem ég ætla að segja, já, við sátum hérna í gær og vorum sérst bara með á svona kaffihúsinu hérna. Bara, já, tjekkuðum okkur inn og fengum ekki herbyggja okkar strax. Nei. Og við vissum það alveg, við ákveðum að mæta ekstra snemma því við vissum að stjórnina væri svona að tía sér út og þetta var svona eina leiðin til að komast að hótelinu var að vera gestur. Þannig að við ákveðum bara að kaupa okkur gistinga. Verða gestur. Eins og maður gerir. Já. Og við löpum inn og ég var bara, þú veist, við erum aldrei leiðið eins og ég ætti ekki heima eitthvað staðar. Ég veit það. Fólkið, þegar við komum í bílnum okkar, gæinn sá töskuna og hann var bara, are you guys staying here? Við eitthvað, yes. Já, alveg bara við með bleiku töskuna. Við eitthvað, yes. Hann eitthvað, oh, come on, go on the red carpet, take a picture. Og við vorum bara svona, ætlaði að sé við ennþá vera að streyma hérna fyrir utan. Og við erum bara eitthvað lappinn og okkur streymi. Það var ógeðslega fyndið. En svo lappuð hann inn og þú veist, ég var bara svona, það var allir bara svona, horfði á okkur eins og við varum bara svona, hvað er það að gera hérna? En væntanlega, þú veist, ef þið sjáu bókunum okkar, þá bara eitthvað, já, við bókuðum klukkan 1 nóttina, mættar hérna. Öllu við bara, hæ, getur fengið herbyggja okkar. En gellan sem var að tjekka okkur inn, hún var sko að dæma okkur. Já, hún var bara svona, já, you're here for one night. Hey. Let us live. Það er ekkert eðlilegt að geta verið þetta fleiri en one night, sko. En, nei, svo já, það var bara svona, you guys are staying here? Og við bara svona, já, what the hell? En, og by the way, þegar við löpum inn, þá löpum við inn í fangið á Ashley Graham. Bara, við talum bara Ashley Graham, sem var svo sem var að taka viðtölun í hjá Vogue í gær á samt Cara Delevingne. Áður en þú komið upp tröppurnar. Og þetta bara supermodel, skilur, þú veist, bara literally, hún bara löpum í fangjan og bara ég svona, oh wow, damn, ég finnst ekki hún svona hávaksin, komur hávaksin og það er einmitt líka svona, hún er svona talin, Ashley Graham hefur verið eitt frægasta svona plus size modelið í ógeðslega langan tíma og og er bara smá svona branduð þannig, svona bara the plus size model, finnst þið það ekki? Jú. Og vorum einmitt að horfa á Vogue
nei, á Vókstreymið kvöldin áður og vorum eitthvað svona djöðlítur hún fucking vel út og bara ógeðslega flott eins og hún er alltaf stór glæsileg og vorum bara, hún er pottþétt miklu grennri in real life þú veist, og það er pottþétt ef við myndum sjá hana bara út að labba við vorum að tala þetta kvöldin áður, við vorum bara að sjá hana út að labba og værum við aldrei eitthvað þetta plus size model Nei. þú veist, bara, hún er alltaf öðruvísi en hún er brönduð mætum henni nýri lobbyin alltaf bara Hún er bara skinni minni, sko. hún er bara hávaksin Já. þú veist, hún er bara svona löng skilur, en ég myndi ekki ef ég ætti að vera svona, já, kastaði plus size model, fyrir mér verði þetta ekki plus size Nei, þetta er náttúrulega bara plussa sína út í New York, sko. já, það er bara fat shaming þau eru náttúrulega sko, alveg rosalega hana. rosaleg Já. en já, við komum inn fengum að gefa töskunar og setnum sniður og ákveðum að fá okkur að borða til þess að vera með gott view á fólkinu koma og fara og náttúrulega Já, það var svona staðurinn, þú veist, bara svona upp við bara hóteli úti. Þannig að við gátum bara sest niður undir góða sóllíf í 26 gráðum og panta okkur mat og vera með beint view af bara inngangnum eða útgangnum. einmitt, Caesar salad, french fries and a diet coke baby sko, og svo fengum við okkur líka eitthvað að drikki en Coca-Cola Það er ekkert betra, sko. nei, og líka bara takk fyrir að vera þannig vörumerki ég get verið hvert sem er í heiminum og ég finn og ég fæði Já, einmitt. takk It's consistent. Já. Við erum þetta búin að drekka ekkert eðlilega mikið Mexikan reyndar við það er svona kannski ólíkast við heldum verið meiri dætkornum bara mjög mikið Mexikan Coca-Cola Já, það er bara svo fucking gott. Það er svona í glerflöskunni stóru og það er bara já, It's það a minnir mig full bara fat one. jólin sko. Já, en þetta minnum við ekki jólin, þetta stóra. nei, reyndar, en þú veist, ég bara svona að drekka úr gleri Já, best. þú veist, eitthvað svona en It hits different, it sko. does, en bara takk Coca-Cola í alvörinu fyrir að vera bara í öllum löndum Og alltaf gott það er ekkert betra og bara þú veist, eins og í gær, ég með 26 gráðum fá þetta bara í glasi með klökum og sítrusneið So good. elska en já, þú veist, þannig við áttum svo yndislega stund bara sittandi hérna að horfa Bara á celebrity watching. já, Jack Moo sáum hann aftur Já. við erum eftir að segja ykkur alveg söguna frá Já. því þegar við sáum hann sko. Ángríns. En já, þú veist, Met Gala dagurinn sjálfur, við erum ekki að fara, þú veist, sjá neitt þann dag, það er allir bara getting ready. Sem var alveg rétt, það voru allir eitthvað svona getting ready. Hvað voru við að gera? Já, við fórum í Soho, hittum More Higgins. Það var á sama stað að við vorum að borða, sko. Einmitt. Það er alveg iconic. Það er alveg iconic. Við erum alveg búin að vera að tala um hennar stað bara að við elskum hann. Bestu margarítunar, bestu beglunar. Og hver Ég er geti það? þurft að fara í dag. Ég var að hugsa þetta. Mér langar svo. Líka, ég var að hugsa, Ok. ég var bara, við erum bara að tvisa núna. Ég var að hugsa á hann, ég var bara, allir byrta, þú veist, haldið þessi klikku, þegar ég spila nokkur, það getur farið. Mér langar svo í beiglunar, sko. Mér líka. Fyrir. Já. Kannski að því að fólk er alveg núna, still in the city, sko. Já. Ég held að þurfum að fara í Soho, sko. Við erum bara svo. Já. We're gonna go there. En já, Met Gala dagurinn sjálfur vorum við í Soho og við fórum að Sadels og hittum More Higgins frá æðislegt. Fórum í blow dries og Já, fórum að finna okkur outfit. Já, K18 bauði okkur í blow dry, það var geðveikt, takk kærlega fyrir okkur Geðveikt, og sko. ógeðslega gaman og líka Iconic. ógeðslega gott að fara í blow dry, vitandi þú ert að fá góða vörur. Já. Þess að vera að nota góða vörur í þig. Bara líka, þú veist, ég ætla bara að byrja að stunda þetta meira. Bara, í staðan fyrir að vera að taka bara endalaust af einhverjum, bara sjampóum, Sérstaklega þegar maður er í svona borgum. Já. Þú veist, þetta er kannski erfara þegar maður er í, böðst, Flórida eitthvað, skilur. já, eða bara króti í einhverju sumarlandsferð, skilur, þú ég meina veist, bara svona borgarferðir. Ég hef gert nokkur sinni fyrir svona borgarferð og þetta er bara svo næs. Já, nei, ángriðs, við erum bara hægt að taka með okkur Já, dóttir, sko. og þú veist, þetta kostar bara $50 eitthvað, Já, skilur. þetta er ekki Það er hræðilegt, sko. crazy. Já. Já, við fórum líka og keyptum okkur Met Gala outfits því að auðvitað, we had to be We did, dressed up. Sjálfsög, þetta er national holiday. Við vorum svona eins og fólk sem mér finnst æði, bæði og ég er ekki að grínna því. Þegar það eru þessu kostningar og dressaði upp, skilur. Þú átt að gera það. Það er svona alvöru, svona, sem er mæta alveg bara svona í þjóðabúninginu, skilur. Já, Við erum þannig á Met Gala. já. En maður alltaf að Fórum í kjóla og kápur og gerðum okkur til. Já, og vorum við nefnt í Upper East Side. Hvert ætlaði ég með þetta? Já, og svo bara einmitt komin hérna og horfum á þetta, vorum að horfa á þetta í símanum á eins og litlir iPod-krakkar. Já, á bara fínasta staðnum, sko. Já, þú veist, við erum alveg búin að stilla upp hann að síma og bara horfa og þjónu voru bara já. Svo, Ég var sem að hrættum að þið myndi bara reka okkur út ef við gerðum það, sko. Svo... já, en svo er bara svona, halló,
þetta okkar, can we have one thing? En hann var samt ekki sem viss hvað við varum að horfa á. Hann heldur að taka okkur upp, mannstu og eitthvað. Já, hann var að hvista eitthvað, má ég setja þetta if you're not recording? We were never not recording. Og við segjum bara, we're watching. Oh, watching the Met, segjum við. Hann bara, the Met? Met Gala? Hann I thought you were talking about a Met game. Já, líklegt við verðum bara að horfa baseball hérna. Ógeðslegt. Á veitingastað. Já, en honum fannst það eðlilegt, sko. Hann bara, En ég held í alvörunni, to be honest, þegar ertu svona ógeðslega dýrum stað, þá mátt þú bara gera það sem þú vilt, sko. Já. Og þú ert að borga svo mikið. Heldur ekki? Ég held að pöntuðum franskar. Já. Þegar við sáum verðið og allt, það var bara, ok, við ætlum að fá franskar, en við bættum við kaviar. Já, við fengum múl líka aspas. Já, aspas. Aspas og franskar. Og franskar og aspas, þetta var æðislegt. Já, æðislega kvöldbolti. mjög gott. En já, og svo bara vorum við að horfa á þetta, rölda um Upper East Side og bókum okkur svo þetta, þarna kvöldið í stemmingu. Og svo næsta dag bara, frá heim fengum okkur Joe's Pizza. Já. Damn. Classic. It's a good one. It's a good one. Og svo bara næsta dag koma hingað og vera á The Mark og fylgjast með. En svo voru við bara, jæja, ég var rölda eins. Ég var að pröfa hans að sjá hvernig það lítur út í dag. Þegar nú búið að opna allar göturnar og þannig að við löpum að Met-safninu Herði, já. til þess að svona skoða, sjá þetta, svona the aftermath og svona. Og það var bara verið að taka allt niður. They work fast. Og við fengum að standa í tröppunum. Minni in real life, guys. Já, þetta er miklu minni en ég held. Miklu minna. Ég held að það væri huge. Nei, þetta er bara tiny. Já. Það var raun og verið bara svolítið freka lítið. Já, það var bara eins og eitt gott partítjald, skilju. Já. Það var Smá að koma á óvart. Já, það var það. En þetta næri einhvern veginn svona með svona white caramel lenses einhvern veginn að lúka miklu stærra. Já. En þetta er greinlega bara mjög þröngu gangur sem það hafa til svona lítið. Þess vegna eru líka alltaf svona nálægt hvort öðru Já. þegar þau eru einhvern veginn svona að labba upp. Og það er, þú veist, það er ekki gefið einhverjum bara hvað, þú veist, geðið langt pláss, eitt, skilju. Nei. Það sést alltaf bara í næstu. Já, þú veist, og röðin þar sem þau býða sko miklu stærra. Já, það er mjög stórt. Já. Og þú veist, paparazzi placementið, djöðlega það er lítið. Sér hvað með við, þeir eru örugglega bara í kremju, sko. Já, þeir eru. Greyin. Þeir bara, þú veist, þeir eru sáum eitthvað svona TikTok-vídeó á okkur konum sem hefur verið að vinna sem reporter á Met Gala. Hún sagði bara, þú veist, maður þarf að mæta bara hádeginu, 2-3 eitthvað, og þú bara nærið þínu spotti og þú færið þig ekki. Þú veist, þú bara ferði ekkert á klóstið neitt, þannig að þetta eru 6-7 tímar sem hún stendur bara þarna. Þau eru bara pissandi inn í sig eða eitthvað. Já, ángríns. Ég trúi ekki öðru. Það er bara gali, sko. The dedication. Það er ándjóks. Þetta er metnaður. Þetta er metnaður fyrir Met. Metnaðurinn fyrir Met. En já, svo voru við rölt þarna, eitthvað svona. Og Sunna var bara að segja mér að Við vorum basically að leita af þessu. The dumpster. já, við vorum bara að sjá að við myndum að labba Já, framhjá því. Við það ætlum hefur ekkert að leita. Nei, en þú veist, það hefði verið iconic Já. að sjá það. Já. Ég er bara eitthvað röltina þarna og svo er eitthvað gæi, eitthvað að tala við eitthvað vinnukallana. Og hann er bara eitthvað, is that the carpet? Og og vinnukallin bara eitthvað, yeah. Og gæi var bara eitthvað, can I get a piece of it? Við vorum bara, why would you want a piece? Skilju, ég hefði viljað a piece, en ég hefði bara ekki hugsað að við hefðum getað það, skilju. Nei. Af því að ég sá bara fyrir mér að það væri ekki stórt og alveg heilt teppi. Já. Svo Sunna var búin að sjá TikTok-vídeó eitthvað að fólk væri sérst bara að fara í dumpsters og bara ná sér í Met Gala teppi. Já. Svo bara einmitt löppuð fram hjá gauð sem er eitthvað svona, hey, sorry, excuse me, could I get a... Og við eitthvað svona, erum við að sjá þetta in real life? Já. Líka bara því að hann er að fá peace, skilur, hann er ekki að þurfa að taka bara a whole ass carpet, skilur. Við vorum bara, byrst að byrja eitthvað að spjalla við hann, ég var ekki að taka þetta upp, ég var bara, ok, ég verð að taka þetta upp, bara, hvað er að fara að gerast hérna? Og hann eitthvað reynir að fá, hann bara, can you please give me the biggest piece you can? Og gæi vinnumkalli var bara ekkert eðla nice. Já, hann bara tók upp, hann bara, með vasa 9 sinni, hann bara, já, sure. Hann bara, can you get a bigger one? Og hann bara, já, ekkert mál, gaf hann a piece, og við eitthvað, can we also get a small one? Já, við líka. And we did. Já! Við erum með Met Gala carpet hérna. Þetta er eins nálægt og við erum að komast í ár. Nei, sko, þetta er iconic. Við eigum piece of the carpet. Þetta er rosa. Þetta er sko svakalegt. Það er einhverja tásur búin að stíga þessu sko sem eru mjög frægar. Hver kom eftir Perfect? Ég man ekki. Doechii. Var það Doechii? Já, Doechii. Það var Doechii, já. Já. Hún geti verið með táfélina sína á þessu. Ætla að þefa, já.
Það er táfíla þessu. Er það? Já. Mæfina. Herri, já, vá. Já. Oh my god, þetta er stjörnutáfíla. Vá, þetta er rosalega táfíla. Já. En þetta er svona grænir, ég veit ekki hvað þið sjá þetta ná vel, en þú veist það er svona grænir, svona slekjublettir. Já, það er að því að... En teppin alltaf var þannig. Já. En þú veist, kemur óvart að sjá þetta svona, að þetta meika svona sens í heildarmyndinni. Það er bara búið að spreyja... Já, þetta er okkur eitthvað þannig bara. Já, bóttið, þetta er bara hvítt teppi og bara spreyja smá. Ég fílaði alveg teppið ár. Mér er það skemmtilegt. Já. Ég var ekki brjálega því, sko. Nei. Mér varst þetta flott þema, flott allt. Mér varst þema geðveikt. Mér varst þema æðislegt. Eitt besta þema sem hefur verið, sko. Já. Utan 2019. Já, veist, í langa tíma. Búið að vera svolítið boring þemu, sko. En þetta er gott. Þetta var a good one. Já, a slay one. Og þetta var mjög skemmtilegt Met Gala til að fylgjast með og vera í borginni á meðan, skilur, maður svona, wow, ok, þetta er ekki svona, við vorum bara sjokki yfir öllum, skilur, sem voru bara, wow, þetta er geðveikt. 100%. Sem er svo skemmtilegt. Já, og það bara, alltaf það er eitthvað smá svona kostjum í, skilur, og þú veist, og teppi gert, ég hataði að teppa blátt, með staljútt. Já, maður skil líka þegar það var svona hvítt með einhverju rauðum og bláum og einhverju svona þýðlega, ég hata það teppi. Já, ætli þau fór svona eitthvað að geta mattsa átfætti sín við teppi eða eitthvað sem ég er að pæla, þú veist, hvort þau vita það fyrirfram. Veit það ekki. Mér fannst einhvern veginn enginn vera eitthvað, eða ekki margir vera eitthvað að mattsa það. Nei, svo kannski vill maður það kannski alls ekki. Nei, kannski vill það ekki falla inn í teppið. Nei, kannski ekki. En hérna, já, ef að fara yfir það, hvað allir voru í? Já, let's do that. Við vorum alltaf ógeðslega spenntar að sjá, þess að við vorum svona, ok, þess að við vorum gett mikið að pæli, bara mun, Lewis, Hamilton og Kim koma saman. Ég held að hann myndi koma, to be honest. Já, hann hefur alveg verið að mæta kallinn, sko. Já, hann hefur. Akkur var hann ekki að mæta núna? Ég veit, að það er nýri borginni, sko. Já. Og svo vorum við vorum spenntir svo Timmy og Kylie saman og herði hann var bara á leiknum. Já, Nix-leiknum. Hann var bara á Nix-leiknum á meðan. Skrítið að hafa eitthvað svona Nix-leik bara á meðan það er Met Gala. Einmitt. En eða ekki bara færa þetta eitthvað? Einmitt. Þess að það þetta bara daginn eftir. Já, er það fucking mín. Já. Og svo vorum við náttúrulega spenntar að sjá hvort Jacob Lordi og Kendall myndi verið eitthvað svona eitthvað moment. Hann bara mætti heldur ekki. Hann mætti ekki heldur. Is that crazy? Já. Við vorum að tala þú veist, að Lordi, Jacob Lordi þessi komin svona ambassador fyrir Chanel er svo skrítið að hann sé ekki nýta tækifæri að ég veit ekki. Það voru mjög fáir ungir svona leikarar. Já, það voru. Og svo Kallkyns þá. Já, vorum náttúrulega ógeðslega spenntar að sjá hvort að Harry myndi koma. Og He did not. Nei, og maður svona smá hélt eitthvað, já, hann kannski kemur út að þú veist, hann er náttúrulega bara hann er bara leiðin á túr og eitthvað svona þannig og þú veist. Einmitt, hann náttúrulega er að byrja núna bara eftir nokkra daga í Amsterdam. Já, þannig að þú veist, það verður svo eðlilegt að vera þarna bara upp á marketing, skilur. Já, en kannski þarf bara að vera working on the show. Já, kannski. Þetta er bara að vera the first one. True. He's busy. He's busy. En svo Kravitz var. Já. Alveg bara. Hiding her finger. Og hann var bara með vinstri hendina í vasa allan tíman. Já. Allavega öllu sem við sé. Hefur hann alltaf með hendina í vasana. Nei, ég er ekki múin að sjá eina mynd af hendina á henni. En þú veist, samt að maður búin að sjá svona miljón myndir af hendina á henni, þú veist, on the street, skilur. She's trying to get us talking. En átið hennar var mjög flott. Vá, hún var ógeðslega flott. Hún leit rosalega vel út. Ég er ekkert eitthvað það hrifin að því sem þemað. Skildi ekki alveg hvernig tengist þemanu. Hún hefði alveg getað verið í 6 annar staðar. Já. Það var bara eitthvað svona blundu átvitt. Skilur. Já. En hún leit mjög vel út. Já, hún gerði það. Mjög vel út. Emma Chamberlain. Já. Hún var slaying. Hún var slaying. Hún er náttúrulega algjör fashion icon, sko. Hún líka alltaf svona smá svona bara, þú veist, svo mikið hún svo weird. Og tala að þessi kjóll sem hún var í bara hafi sem ég verið málaður. Já, hann var hand painted. Það er rosalega flott. Lóttum það? Já. Má sjá? Fórum við fram hjá Rihanna? Ég ætlaði bara að geima þau þegar komu senast. Já, true. Þau getur verið hana ofan. Nei, við slumum geima þau. Já. Það er allt alveg senast, sko. Já. Svo erum við með ég veit ekki alveg nógu vel Gwendoline Christie sem hann mætti með rauninni grímu af sjálfur sér. Mér kannast samt við hana og það lúkkar eins og leikkonan í Game of Thrones. Já, hún lúkkar eins og hún. En er það hún? Ég veit það ekki. Þetta er alltaf mjög líkt henni, en mér finnst þetta smá svona maður sjá, hver er þetta? Þetta er Jú, þetta er hún. Já, þetta er hún, já.
we clocked that. Já, duglegar. En já, hérna, já, ég var ekkert eitthvað, mér finnst það ekkert sjokkrandi, mér finnst það svo smá svona eins og hana, hvað heitir hann annan vinnur okkar? Jared Leto. Já, Jared Leto, Já, he's done that, skilur. já, koma með eitthvað svona. Já, Svo er það Hailey Bieber. já, vá, þetta sko, ég var rosalega hrifin að þessu, að því að bara hvenær sáum við Hailey Bieber senast í lit. Ángríns, that's a rare sighting, Já. sko. Maður hefur ekki séð hann að gera eitthvað smá svona out of our comfort zone for a fucking decade, sko, Nei. bara, if ever. Já, einmitt. Hún er yfirleitt bara í þessu fyrramættun í Blazer, skiljið, þú veist, Já. þetta er bara, mjög þetta stunning, þessi litur fyrir hann ekkert eðlilega vel. Óslega fallur blár, Já. sko. Og þetta er líka svona classic Saint Laurent, skilju. Já. They don't overdo it. Nei, og hún bara með her slick back. Já. Og hún, þú veist, og svo var hann í þessu, þú veist, korsi, eða þú veist, svona, Gulllitu, korseti. já, sem er bara 24 kröta gull, sko. Á mitt, þetta er rosalegt. Já. En þú veist, þetta er ekkert eitthvað rosalegt outfit, en þetta var bara svona, já, þetta er Mér finnst það fallegt. geðveikt. Ég er mjög skotn í þessum. Ég er samt boring þegar hún tók skikkjuna af sér. Já, það var boring. Ég var bara svona, sammála. ok, núna er þetta orðið bara eins og eitthvað, meh. Já, Skikkjan þarf að vera, að því hún er með slipback líka og eitthvað. já. En þetta er svona, þú veist, ég er ánægð með hana, hún er doing her most. Já, hún er Já. fyrir hana, en þú veist, ég er að tala um en þess að bara Met Gala fittar og svona, já, þetta er bara fínt, þetta er ekki Mér finnst að margir gera mun verra, eða þú veist, Já, mun já. minna, skilur. 100% og margir gera 1000 sinna meira. Já, mér finnst þetta miklu flottar en Zoe Kravitz, til dæmis. Þetta er miklu meira outfit, skilur. Já, Þetta er meira svona bodies með þetta korset og eitthvað hannig. já, kannski. Svo er það Ashley Graham, sem við hittum hana, vinkona okkar. Hún var í Deep Hetza. Hún var í eitthvað svona, þú veist, já, bara svona Þetta er mjög basic, finnst mér. mjög basic, flottur fít, skilur. Já. Á þetta að vera eitthvað, þú veist, æðar eða eitthvað. Örugglega eitthvað hana. En já, hún er bara svona í svona beislítið kjól, basically. En Já. she looked good, though. Hún var saumuð í hann. Þetta er geðveikt. Engin sippur, ekki neitt. Bara What? sauma á hana. Já, geðveikt. Það er rosalegt. Já, og svo er það Cara Delevingne. Hún er líka Já. þarna með Ashley Graham. Sorry, hennar outfit var líka boring as fuck. Henni var boring, já. Þú veist, Bara hvað- geðveikt basic. Þetta er bara eitthvað outfit sem að við fórum á MS-ball árið 2016. Nei, 2013. Já, þetta er Ralph Lauren. Þetta var bara, Já. þetta er bara basic dress, skilur. Þetta er bara ekki, ég sé ekki þemað. Nei, það Can't eru see örugglega it. eitthvað svona búið að, þú veist, en greifa eitthvað sem við sjáum Já. ekki, skilur, en þú veist, ég sammálaður, it's not it. Svo Nicole Kidman. Hún gaf mér heldur ekkert. Á hún að vera, þú veist, a blood clot eða þú veist, hvað á þetta að vera? Nei, þetta er bara svona, og líka þetta er bara svona sequins and feathers, mér finnst bara svona hver einasta gellubúð vera að selja eitthvað svona Já, kjóla. þetta er bara ándurs getur verið á prillur þeng, sko. On jokes, Já. sorry. Já. Þú veist, ég veit þetta er Chanel, I'm so sorry Chanel. Já, En og þú veist, tók 800 hours to handcraft. einmitt. En þú veist, come on. It's so boring. Já, þetta er ekki, mér finnst það ekki skemmtilega, sko. Nei. Herr, svo er það Sarah Pagan. Já, sem að liggur í JFK. Já, Love Caroline Story. Bassett. Já. Hún er lof. Já. Mér fannst sko, ég man við sáum myndir á þessu og okkur fannst það ekkert frábært. En um leið og við sáum hana í viðtölunum, þá var þetta flottara. En þetta er rosalega ómerkilegt. Þetta er svo ómerkilegt, þetta er svo basic boring. Já. Þetta er bara, þú veist, Það er ekkert þema going on here, sko. Nothing. Nothing. Þannig að það er leðilegt. Já. Það hefur verið gaman að sjá hana. Venus Williams, eina Williams-systrunum, hún kom mætti í Swarovski kjól. Það er rosalegt. Já. Og hún bara, með fullt að demutum og eitthvað. Svo er það Kimi. our queen, Kimi. Kimi. Hún postaði ásturinn sinu áður en hún var komin. Á, hún mætti. Loved it. Já. Honestly, bara elskaði það. Hún var bara, það er enginn að fara að ná mér fyrir utan hótelið og spoil it. Ég ætla að spoil it first. Já, og bara og hún líka gat svona gefið hún gat strax látið alla sem voru að byrja að skrifa fréttinnar verið bara svona, hey, here's the backstory here's the artist, Já. hér er hver gerir þetta Bara- let's go. Þið skiljið þetta strax. Mjög svo Nákvæmlega. geðið, bara leður sá hann og við varum bara, wow, I love it. Love, 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 love. Já. Ég Love. elskaði bara að sjá hana í appelsínu gulu, skiljuðu, mér finnst það bara svona að grípa Einmitt. mig. Og þú veist, já, bara allt við þetta. Ég, bara hárið hennar, Cashmere Blonde, bara, ég hef aldrei séð hana líta eins vel út bara á ævinni. Nei.
bara, var ekki Mario líka málana og þú veist, hún bara Chris Appleton í hárinu, Mario á andlitinu. Þú veist, she got the best team ever. Ángríns og svo það hún sem sagt í, þú veist, hennar outfit sem sagt það, hún í svona, þú veist, Brynju basically, já, og þetta sem sagt, hún basically listaverk, þú veist, hún að því að þessi Alan Jones sem að, hanna þetta, skilur hann sem sagt frægur svona listamaður sem býr til ákveðna skúlptúra og hefur verið svona að kyngera kvenmanns líkamann óslega mikið, hefur búin að búið til borð, þú veist, það sem kona þú veist, á fjórum með, þú veist, gler yfir sér og eitthvað, mjög svona controversial hann mjög svona búin að over-sexualiza oft kvenmanns líkamann í eitthvað svona basic hluti. Já, controversial með þetta. Já, og hann það, þú veist, og hann var á sínum tíma þegar hann svona byrjaði og eitthvað þannig og var hann mjög mikið gagnrýndur, þú veist, vegna feminisma og eitthvað þannig. Þetta eitthvað svona og hún að vera skúlptúrinn hans en svo þessi viðtekar sem designerinn, þeir sem hönnu þetta, það þeir sem hafa til dæmis hannað mjög marga ofurhetjubúninga. Wonder Woman og eitthvað. Já, þannig að hún svona saman í þessu, þú veist, í þessu svona, já, þetta búning, bara, já, og sem náttúrulega þemað. Já. Hún bara í búning, en hún samt líka að höfða til að því að þetta líka svona þemaði náttúrulega customized art, skilur og en það átti líka svona að rappa, þú veist, the body og hún gerði allt í einu. Já. I love it. Þú veist, hún art hún þú veist, art of the body og að vitna svona í, þú veist, hvað búið að kvengera, eða svona kyngera hvernmanns líkamann. Ja, veist það var slay, fucking slay. I loved it. Þetta bara, mér finnst það geggjað og mér finnst bara liturinn bara 10 af 10 með þetta hár. Mér finnst þetta bara svona, þetta fallegt að horfa á. Bara, hún lítur svo vel út, skemmtilegt. Já. Já. Því hún svo oft bara eitthvað í, þú veist, bara geðu bara átiti, ég man ekki fyrir það, bara perlurnar, skiluru. Já. Og svo bara Balenciaga þegar hún mætti alveg, þú veist það. Þarna sá eitthvað svona skemmtilegt, sko. Já, hún svo góð í þessu. Honestly, hún mjög góð í Met, sko. Já. Hún She is. Svo getum við kíkt Sissa. Já, Sissa. Hún var alveg, þetta var flottur búningur, sko. Já, herðu, hún var einu af þeim sem var í svona samsetningu frá eBay. Já, einmitt, það var alveg nokkur það. Já, þetta var alveg vinsælt í ár, sko. Þetta bara eitthvað sponsored by eBay, sko. Eitthvað þannig. En þá sérst bara eru basically the fabric bara sorsað, já. Og svo sauma út frá því. Já, þú veist, eBay eitthvað að sponsa þetta, sko, þessi að taka þetta fram. Já, þú veist, þú sér eins og sissukjólnum, skilur, þá augljóslega ekki guli liturinn eitthvað, þetta þetta skrauti sem fest í, það eitthvað sem sorsað okkur gardínum og bla 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 bla. Það var bara, þú veist, glemdi því að kjólinn sjálfur. Já, nei. Það getur bara alls ekki verið. Nei, það bara ekki. En þetta custom body look, þannig ég veit ekki. Þannig was crafted from eBay. En já, Zoe Kravitz, hún var líka í YSL. Já. Kanski glemdi að byrja það, nei. Bestu Lillian Jacquemus og Simon Porter Jacquemus. In Jacquemus. Like grandmother, like grandson. Þau voru svo sæt. Já, Jacquemus tók bara ömmu sína. Því að hún hans... náttúrulega orðin, já, hún bara, þú veist, ambassadorinn hans. The only one. Já, the only ambassador, já. Fyrst ambassadorinn og endilega tekur hún hana. Hún bara orðin celebrity, sko. Með töskuna. Hann sett sér til story eitthvað og við vorum eitthvað pæla hvernig hann var að dressa og sem eftir á því að sáum hann og var með ömmu sinna voru bara svona fokkar heimskar. Við sáum ömmu hans, skilur, við hittum hann með ömmu hans. Já. Og við sáum bara eitthvað, she wants this one. Það var búin að velja nokkra töskur og eitthvað, the drama. Það var búin að velja eitthvað tösku og hún vildi aðra tösku. Og svo hún bara eina með töskuna. Við þurfum að kaupa svo tösku. Við þurfum svo tösku. Ég þarf að sjöma tösku á Lelín. Gríns, ég elsku Lelín. Hún my favorite influencer. En þau voru bara ógeðslega svona blank canvas. Þau voru bara, vildu bara basically vera stríin. Bara vera nothing. Og ég ekki að vera dónulega að segja þau að vera nothing. Það það sem hann vildi. Hann postaði Jacquemus bara eftir þetta. I want her to feel like white canvas, pure and light, like a plaster sculpture by Alberto Giacometti in a white organza. Bla bla. Sjá.
Ég held að hann hafi verið með meiri útskýringu á þessu, en nei, greinlega ekki. En og hann segir líka í þessum texta, hann segir, she is 80 years old this year, and this is her very first time leaving Europe, her very first long flight, what a night. Merci, Met Museum, and dear Anna Ventura, family is where my art begins. Þannig að hann fannst hann líka vera að taka þeman með því að taka fjölskylduna sína, þú veist, að það væri hvar hans list byrjar, þannig að mér finnst það fallegt og þú veist, þau voru bara í hvítu, þau voru bara a white canvas, skilur, og þú veist ég keypti mér ekki svona uppi að þau væri bara í hvítu bara þetta er geðveikt ég var bara pæla í því að það væri bara hvítt þetta er bara elegant, þetta er ekkert eitthvað geð mikið on theme sem canvas, þú veist, við getum litað á þannig, en þú veist, þetta er Giacomo þetta er what you get, skilur já, 100% þetta er bara hann er bara classic, skilur hann er bara elegant, ég fíla þetta fyrir þau fíla þetta, en hefur þetta verið einhver annar, skilur, þá hefur verið, skilur þetta er bara hann, ef þetta hefur verið bara, þú veist, lofið eitthvað, bara með alveg hvítt og er svona eða Ralph Lauren, skilur hann er bara svo mikið all white, skilur þannig að þú veist, þetta var svona, hann má hann má við erum ekkert bæjast eða neitt. Nei, alls ekki neitt. Herru, svo var Sabine Getty, ég veit ekkert hver þetta er, en þetta outfit er sturlað. Þetta er gjörsamlega sturlað outfit. En hún er í Ashy Studio og þetta er bara eins og svona bara gríst málverk, bara eins og sér í kirkju, nema sem korsett. Ég veit ekki, ég var bara rosalega hrifin af þessin. Hún er víst einhver Swiss Lebanese jewelry designer. Okay. Fun. Já, það lukkar sjúklega vel. Skvísið á þér. Hún er bara designer greinilega. Þetta er bara, She slayed. Já. She slayed. She looked good, sko. Já. Svo það Connor Story. Connor, baby. Wearing his polka dots. Án gríns, hann var alveg polka dot king, sko. Hann var í Saint Laurent. Þú veist, það sést náttúrulega alveg, bara Saint Laurent alveg kann að gera það boring. En ángríns. Þeir eru svo boring. Ángríns. En þetta er alltaf boring. Þetta er rosalega boring. Connor Story er mjög boring á því. Hann gæti nú alveg verið eitthvað grísk gyðju outfitið, skilur, með eitthvað korsett og það hefði nú alveg verið hægt. Það hefði nú verið bara dálítið gott. Já. En, veistu, ég er hrifin af þessu sem boring outfit. Veistu, hann er í halter top og ég bara elska að sjá kallmenn fara eitthvað aðeins út fyrir jakkafötin. Ég sammála. Löggan is a paid actor. Já, þú veist, þetta er bara classic New York. Þetta er ekkert búin að heyra þetta í þessu hverfi. Nei, þetta er fyrir skipti. Þetta er non-stop í hverfinu sem við erum mainly að gista. Já. En já, bara boring, cute. Já, en þú ert ekki mætt svona Met Gala, sko. Nei, sammála. En þú veist, þetta var fyrsta metti hans. He was trying to keep it safe, kannski. Já, kannski var hann ekki eftir búið. Do not keep it safe. Ekki segja þetta. Hún var alveg búið aftur, sko. Já. Herði, Laufey okkar góða. Laufey and Tory Burch. Já. Okay. She looks so good. Já, svo, og ég sá eitthvað þar að kjóllinn hennar átti einhvern veginn svona, það, ekki heiðra en vera svona í anda eitthvað selló. Okay. Já, þú veist. Hljóðfærisins. Já, eitthvað upp á hljóðfærisins hennar. Er það, okay. Já, ég sé það ekki, to be honest. Nei, ég man ekki hvort að sé eitthvað undir the lining. Ég var eiginlega... Kannski er eitthvað in the beats. Met Gala with a subtle nod to the art of the cello. Já, það er eitthvað, það er svona smá... nótur þarna. Já, fallegt. Ok, I love that. Hún er alltaf að gera eitthvað, eða þú veist. Já, og hún er svo... Þetta er hvítur kjóll, skilur. Einmitt. And I love it. She looks good as always. Já, þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara ógeðslega fallegu kjóll. Hann er bara basic, en hann er svona elegant og hún er með eitthvað svona note to it. Þetta er Laufey. Já. Skilur, þú veist, classic. Classy, elegant, já. Bara með þetta gorgeous. Hrifin. Svo hrifin. Gigi Hadid í Miu Miu. Wow. Damn. En þú veist, já. Gæsað. Já. Mér veist geggið, sko. She is the art líka. Bara, she is the body art. Her body is the art, skilur. En já, þú veist, þetta er eitthvað svona úr gamalli línu Miu Miu, eða ekki? Jú. Og sett saman eitthvað. Eitthvað frá 2011 og 1998. Já, þú veist, mér finnst þetta eitthvað giving the theme, eitthvað gett mikið, þannig að ég skilji það. Nei, ég veist ekki til þess að skilja það, en þú veist bara, she looks good. She does.
En þetta samt líka alveg bara svona, hef ég séð því svona áður? Líðismáðan ekki? Ég líka sem ég myndi hafa þessi bellu í svona, skilur, Já, og Kendall, einmitt. en ég skil hvað meinar. En já, þú veist, mjög, alltaf slei. Síðan þín hætti að virka? Nei. Ok. Við erum svo með það með Lísu í Robert One, þannig að risa áttöturinn með Gínu hendurnar. Einmitt. Það var geðveikt. Já. Ég var svo lengi að sjá Gínu hendurnar. Já, við vorum bara með svona kongulóa eða eitthvað, skilur. En þetta var mjög skemmtilegt. Það var mjög skemmtilegt og þetta eru hennar eigin handleggir. Já, þetta er eitthvað svona 3D prenta á því. Steikt. Já, I love that. En þú veist, þetta er svona inspired by the traditional Thai dance position. Þannig að þetta er, þú veist, eitthvað greinlega til svona a note to the dancing art. Einmitt. Fallegt. Já. Fallegt. Skotin í þessu. Já, það var alveg skemmtilegt. Þetta var ekki Lissó, þetta var Isolde. Ó. Já, þetta var Lissó hafi bara ekki verið annars, sko. Nei. Svo var það engin annar en já, svo náttúrulega það var svo ógeðslega mikið af svona K-pop artistum sem við eigum eftir að kynnast bara betur. Já, klálega, við þurfum eitthvað að fara að hlusta á K-pop. Já. En ef við tala um Kylie eða? Tökum Kylie, tökum fucking Kylie. Gabrielli, sko, hún kom líka bara inn að fyrstu, við vorum í sjokki. Kylie var aldrei mætt svona snemma, Nei, sko. við vorum bara, what are you doing here? Já, ándjóks. En sko, loved it, við vorum svona, ok, þarna voru líka bara svona sjá fyrst hvað allir væri að fara að koma í, skilur. Hún var svona eiginlega fyrstaðið í þessu korsetti og hún var með nipplurnar, skilur, og svo sá maður bara, já, hún er þessi að klæðast úr kjólnum og svo voru bara, hún ekki með augabrúnir og við vorum bara... Við reyndar söknum þeirra. Já, en ég var samt bara svona, wow, þetta Þú gerði eitthvað svo mikið öðruvísi, já. Þetta I love this. Já, I love stunning. every bit og þetta er ekki ég að vera bæjast eitthvað svona, þetta er gæli. Nei. Þetta er í alveg, the costume is art, skilur, bara að klæða sig úr kjólinn, þetta er svo original, þetta er svo geðveikt. I love this so much. Það tók 11.000 klukkutíma að gera the embroidery á kjólnum og það eru 10.000 perlur og 7.000 painted svona pearl fish scales. Þú veist, svo er það líka sem maður sér ekki. Nei, þú sérði ekki þetta lilla, já, bara alveg hérna, sko. En alveg, sko, the nipples og þetta allt. Slaying. En er Kim ekki bara eitthvað svona I did that first? Jú. Þú veist, það voru allir með nipplir. Allir. Við heldum að Kendall, til dæmis, fyrir að tala bara um hennar look, við heldum að hún og Kylie væri matching. Já, ég heldum að hún skilja bara líka. Það var bara væri sama, skilur, en nei, hún var bara eitthvað gap. Já. Crazy. En sástu, ertu maður að sjá hana með vængina? Já. Það var geðveikt. Af hverju gerðum þetta ekki on the carpet? Það hlýtur bara ekki að meiga. Fólk hefur mátt alls konar. Ég veit það, en þú veist, það hvað annað? Já, ég skil það ekki alveg. Nei, þetta meikar ekki sens. Því að hún var sem sagt, hönnurinn er eitthvað geðfrægur hönnur, en hann hannaði þetta, hann var að segja ykkur viðtali, að hann sem sagt, hún hefði sko, hún var búin að hugsa til þennan hönnuð, hann er greinlega vinnu bara með alls konar merkjum, skilur, þetta er ekki hönnuður hjá Gap. Nei. Þetta er bara hönnuður. Já. Og hann, hún segi eitthvað sem, þetta var ógeðslega fyndið að ég var búin að hugsa að tala við hann og svo talaði hann með mig og þetta var bara svona match made in heaven að því ég var einmitt að hugsa til hans og svo heyrði hann mér og eitthvað og hann sagði eitthvað svona, já, ég hugsaði þema svona, þú veist, bara eitthvað, art, lúrsafnið og þá hugsaði hann Nike-styttuna, Nike-styttuna á lúrsafninu og hann sagði hann að verið í hvítum Gap-ból þegar hann var eitthvað svona pælis upp á skrifstofu, tekið hann úr, byrjaði svona bleitan og svona swirlum og þar kom hugmyndin bara, vá, ég get bara nota Gap í þetta. Já. Þetta er svolítið cool pæling, sko. Já, veistu, ég hrifin að þessu. Já, ég líka. Þessu smá humbling, skilur, og ég fíla það. Já. Það að vera í Gap, skilur. Já, þú veist, það er náttúrulega ekki svona neitt ever getið farið út í Gap og keypt þetta. Nei, þetta ekki. Þú veist, skilur, en þetta er bara svona, þú veist, hönnurinn vann bara með the Gap fabric, svo ég fíla það, sko. Mér finnst það ekkert eitthvað, mér finnst það geðveikt bara, mér finnst meira skemmtilegt ef eitthvað er. Já. Og vera, þú veist, Nike-styttan, þú veist, vera the victory. Já, ég veit ekki, ég fíla þetta ógeðslega mikið. Og hún var einmitt líka með nippluna á brjóstaldranum. Fyndi að þeir skulle hafa báðar og Kim náttúrulega líka með sitt skoltið. Já, og svo voru fleiri sem voru þannig. Já. Þannig að maður var svona, þannig að þú veist, the nipple bra is gonna sell out, sko. Oh, they're gonna fucking sell out.
En svo mín kona Axel Kosani, hún leit mjög vel út í Gucci. Við erum bara að taka hann fram, geggjuð. Somber, besti minn. Herra, hann var rosa fín. Já, Valentino. Algjör dúllumús. Hann já, mér finnst hann eitthvað svo skemmtilegur. Já. Ég er alveg fan. Ég að kynnast honum, sko. Já. Ná, hægt rólega. Já. Ekki fyrir að dýfa þér í þetta. Nei. Ég var alltaf að fá hann bara svona randomlega foripitchi mitt, svo núna er það bara svona alltaf að koma. Já, ég hann er svona nýlega fann að poppa upp. Svo Anne Hathaway í Michael Kors. Já, þetta er eitthvað. Já, þú veist, þetta var eitthvað svona, þú veist... Þetta er eitthvað ljóð. Þetta er eitthvað ljóð, mynda eitthvað ljóði. Þetta er bara boring. Sammála. Sorry. Ég er ekkert að deyja yfir þessu skilju. Nei. Ok. Þetta er bara Sabrina Carpenter. Wow. Nei, við vorum flabbergasted. Við vorum. Gorgeous. Bara, þú veist, ég hef aldrei séð cool bara outfit ever. Bara, þetta er bara eitt flósta með feit sem ég sé. Vá, þú er þar. Já, mér finnst það geðveikt. Já. Þú veist bara, þegar maður sá þetta fyrst, ég var svona, vá, she looks so good, allt þetta, og svo er þetta filmur, skilur úr uppáhaldsmyndininnar, og maður sér svona, þú sér það að þetta sé Dior, þrátt fyrir allt, skilur. Ég samla, þetta er geðveikt, sko. Sturlað, sko. Þetta er geðveikt. Ég elska bara svona þegar það er svona, eitthvað svona ógísla nýsbúningur, skilur. Já, og líka, þú veist, því að þú veist, aftur, þetta er eitthvað svona art, og þannig er the art of the film. Þú veist, við erum ekki bara svona einn annan gera það. Nei, fun. Það er svo gaman, já. Þetta er svo original, einhvern veginn. Já. Já, við sáum náttúrulega þetta outfit, sko. Já, hérna bara fyrir utan hjá okkur. Já, það var verið að tæma herbyggja hennar Sabrínu, og við sáum þetta fyrir utan í, hérna, Coca-Cola okkar, og þá, var bara allt í orðdótið hennar af leiðin út í bíl, og djúvill var þetta mikið. Já, ekkert. Þetta var crazy að sjá þetta outfit, sko. Svo líka bara hárið hennar. Já, það er bara allt við þetta, einhvern veginn. Já, headpiece-ið. Já, og lítið bara svo störla vel út. Já. Svo var það stóð Sabrina hérna úr myndinni, skilur, á hérna headpiece-inu hennar. Þetta er geðveikt, sko. Þetta er sérst úr uppáhaldsmyndin hennar Sabrina. Erum að sjá þessa mynd? Já, sem er með Audrey Hepburn. Já. I've not seen it. Hún er líka alveg giving Audrey Sabrina. Já, auðvitað. So cute. Loved it. Og svo var það... Guð blessi. Afsækið mig, kæru vinnir. Já, hún er búin að tala um Kendall hérna. En Cher. Já. Í Burberry. Sorry, þetta er hrikalegt. Það var bara ræðilegt. Já. Bara Cher, hún er svo mikið fashion icon. Einmitt. Þannig ég er smá sjokki. Já. Þú veist, hvað er þetta? Ég veit ekki. Þú veist, þú gæti séð eitthvað svona bara á autoklöp, sko. 100p. Þú veist, hvað er að bara gerast? blúndum, sokkabuxum og svo pilsi yfir og leði eitthvað, að þú veist. Einmitt. I've seen this. Já, þetta er bara hrikalegt. Já. Sorry. Sammála. Cher, disappointed. Já, þetta álíka var að beisa okkar hennar eigin gamla lúkki. Þú veist, hei. Nei. Nips, hate it. Já, þetta var ekki skemmtilegt. Svo var Anok Jai í Balenciaga. Það er sturla flott. Já, supermodeli. Já, she looks so good, sko. She always does. Madonna Herri, já. í St. Laurent. Herri, St. Laurent, þannig að gerði nú aðeins meira heldur en hérna, þeir eru vanir. Þetta er bara, hún er með skip á hausnum. Já, og svo er hérna, þetta sjál representing the ocean. Já, veit ekki, þú veist, þetta er rosalega random. Já, en hún, þetta er klála búningur. Já, þú veist. Og hún er með skip á hausnum og ocean og... Já, þetta er að mesta sem við erum að sjá á St. Laurent, gera það allavega. Já, ég hef aldrei séð þau gera mikið. Já. Madonna líka bara svona, hún er alveg bara in it to win it, já. sko. Það sko. Herru, Blake Lively. Yes. Rosalegt. Já, hvað er hún að gera hana? Ángust, við vorum bara, Go home. what the fuck, skilur við. Já. Þú man alltaf the queen of Met. Einmitt. Og svona alltaf allt þetta dramb voru í gangi og einmitt sama dag þannig settlaðu. Settla hún á Justin Baldoni bara öll sín rifrildi. Innan dag. Og bæði við, Blake Lively er bara svona ekki heiðurs, en bara gesturinn að önnu vintór. Já, bara sitja með henni á borði og eitthvað. Hún er boðin af henni, ekki af einhverju brand eða designer eða eitthvað, skilur. Það er rosalegt, sko. Það er rosalegt, en þú veist, not gonna lie, she looked very good. Get ekki tekið það af henni. Hún gerði það. Geta ekki, sko. Þetta er sturlaður kjóll. Ógeðslega flott. Frá Versace. Versace alveg með þetta þarna, Já. sko. Þú veist, þetta er eitthvað svona gamall, bara, 18th century, svona paintings í svona powdery litum, þú veist.
Já, það 2006 Archival Versace gown. Já, en þú veist, þetta er svona, Og svo, já, svo hann auðvitað var hún með eitthvað í þess svona sljá, skilur hún fær alltaf bara the whole Það stage. er alltaf bara the whole moment, sko. Já, Ég skil ekki hvað, og hún er örugglega með eitthvað á Enaman Tour. það hlýtur að fokkin vera, sko. Ég skil því Ángriðs að hlýtur að fokkin vera. Já. God damn it, sko. Já, en þetta var fallegt. Það var Lauren Sanchez Bezos, konans Bezos, sem er náttúrulega búin að, þau eru náttúrulega búin að halda hérna fyrirpartí og eitthvað svona. Búin að brjála að gera þeim og líka einn af hostum, eða þú veist, hérna sponsorum kvöldsins, Bezos fjölskyldan. Já. Hún var líka í Cherry Pelly, eins og Kylie okkar. Hún var bara basic skeller. Já. Gabrielli. Gabrielli. Já. Gabrielli. Já, já, bara þetta er mjög basic, to be honest. Þetta er bara eins og sé að fara á bara galakvöld já, þú veist, MS. Kisslega Já, sorry, guys. Já, Hunter Schafer, hún var Já. í Prada og ekkert eðlilega sæt. Krút. Já, bara ókslega Já. krútleg. Hún gerir ekki neitt fyrir mig, en það Nei, var hún krútlegt. lítur bara eitthvað svo vel út, hún er eitthvað svo krútleg eitthvað. Já. Hún er nýjan hárlit og I loved it. Þetta var bara, já, þetta var gott met, mjög gott met. Hörru, Bad Bunny? Oh my god, Hvernig þetta er er að ekki tala fucking um Bad Bunny? Akkur er hann ekki á þessu lista Já, hérna? einmitt, Já, við erum bók. með vóklista. Já. Vók bara fucking, Bara svona til að muna, við erum ekki bara, við erum bara picking our favorites hérna. já. En Bad Bunny, það var svo fyndið við vorum að horfa og við vorum bara, hvað myndalegi gamli kall er þetta? Hver er þetta? Hann er ekkert eðla glæsilegur Já. og hann er alveg bara mikið screen time, bara eigum við að vita hver þetta er. Já, við vorum bara, það lítur að vera Já. með ykkur bara mjög merkilegur. Og svo bara svona glimtið að pæla mér í því og svo allt í hennu er hann hjá Lala Anthony og þá er hann bara eitthvað að segja við... Hann gaf Benito. Já, bara er þetta Bad Bunny? Og þá byrja hann að tala spænsku og ég eitthvað, já, ok, þetta er hann. Þetta var amazing. Svo geðveikt. Þetta var amazing. Og þú veist, hans svona take á því af þessu þema bara að our bodies get older en það er samt art, skilur ég bara I love it. I love it. Hann bara fyrir mér, he won the male, sko. Já, wow. Já. Að þeim bara búning að gera þetta. Vistu, Mér finnst það skemmtilegt. Það var geðveikt. Já. Það var bara, að því líka bara sem maður var bara, að því að Já, bara hver er þetta? so familiar, það bara lítur ekkert eðlilega vel út þessi maður. Gamli kall. Gamli kall er slaying. Ó, þetta var alveg sko. En Hudson Williams var líka, hann var í ykkur svaka áttuti með svaka make-up og eitthvað. Já, hann var svona alveg sko. Hann var shirtless. Já. Hann var eitthvað svona bláu Já. og Balenciaga. Þetta er Balenciaga. Þetta er Alveg rétt, Balenciaga, já, já. ég maður til vídjónu. Já. Já, þú veist, þetta er ekkert merkilegt outfit, en já. Nei, þetta er það ekki. Þú veist bara að taka þetta fram, hann er með ykkur bláu súti, beru ofan með Eitthvað make-up. Mér finnst þetta eiginlega bara hræðilegt ef ég var að hrinda to skilur. be honest, þú veist, en Connor went safer, skilur þú? Miklu, og ég fíla það meira. Já, ég líka. I do not like this. Nei, þetta er ekkert spes. Það var alveg hreinskilin. Þetta sem getur gert betur. Já. En það lúkkar líka bara sjálfur eins og hann hati það. Já, smá. Já. Já. Hann er ekkert eitthvað mega spennt fyrir þessu. Þú veist, ég skil hann að reyna að gera eitthvað annað, en bara it's sucked. Smá. Það ekki. Já. Heyrðu, Tyla líka. Oh my god, hún var svo flott. Djöfull var hún flott. Hún var, hvað var hún eftir að segja í viðtalinu? Hún væri í svona, þetta var svona eitthvað, hvort þetta var ekki út frá okkur dans eða eitthvað svona. Make sense, Já. make sense. Það var ógeðslega flott. Já, þetta er Custom Valentino outfit og þú veist, bara, þegar við sáum hann og við vorum bara, wow. Já. Hún er náttúrulega alveg guðdómleg. Þessi kona, Já, sko. þú veist, bara, það verður aldrei tekið af henni. Nei, það verður ekki. Herðu, Beyoncé. Herðu, já, Beyoncé. Beyoncé er alltaf mætt, ekki búin að mæta hann í 10 ár, en var alltaf one of the hosts of the evening, þannig að auðvitað mætir hún. Og með Blue Ivy. Breaking the rules, are we? Breaking the fucking rules. Það var, sko, fólk er að tala svona, ok, þú veist að það er hann 18 ára aldurstamar, Blue Ivy, hvað er Blue Ivy gömur maður? Er hún ekki bara eitthvað 16 ára? Já, hún er alveg, jú. Er það ekki það? Jú. Er hún ekki alveg fætt 2008 eða? Blue Ivy, hún er 14 ára. Og hvað er hún fætt? 2012. Hún er fætt 2012. Hún er svona unglega. Einmitt. Hún er bara a baby. Já. En hún er sem sagt 14 ára á Met Gala og það er 18 ára aldurstakmark. Og svo fyndið, þú veist, eins og okkur var sendt, skilur, bara the double standards. Hef Kim gert þeim norð, það er alltaf brjálað.
bara, kemur að brjóta reglurnar, ble, ble, ble. Sita hann í ykkur korsett kjól og Einmitt. þú veist. Einmitt. Rétt. En að því þetta er Beyoncé þá erum við bara Bara love it. iconic. En hérna, Beyoncé lukkaði eins og Beyoncé. Beyoncé komur svo Beyoncé. Já, þetta var ekkert eitthvað svona sjokk, þetta var ógst flott, þetta var svona ekkert eitthvað, what sjokk, skilur, maður svona, I feel like I've seen this before, en þú veist, I'm not mad about it, skilur, bara flott, she looked good. Algjörða, og hún var svona, einmitt, heiðra the bodies, þú veist, og gefa svona, það var svona hennar take á þessu, the bodies, og hún var í svona eða þú veist, svona steinuðum skeleton. Já, kjól sem var svona as a skeleton. Ég held að maður fattar það ekki alveg strax, sko. Nei, en þegar maður sér líka bara hendundar, skilur, þá sér maður þetta betur. Já, ógeðslega cool, sko. Cool, sko. En mjög Beyoncé-legt. Þetta getur bara átfið þannig okkur tónleikum, sko. Nefnilega, sko. Mjög mikið Beyoncé. Og Blue Ivy bara, þú veist, snirtilega, clean, þú veist, cute. Algjör dúlla bara. En einhvern veginn engin ástæða eftir þess að vera þarna, en hei, gaman. Og svo var Jay-Z þarna með þeim líka. Já, ég var hann ekki alveg mátt bara heim bara, sko. Rihanna og A$AP Rocky. Mæta alltaf eftir strímið. Alltaf. Óþolandi. Þau voru fyrst að rífast út í bíla þarna. Að það? Já. Tí? Já, hérna, til að rífast, ég veit ekki, til myndbandaðum, þú veist, áður en þau standa upp á bílnum, þú veist, þau sitja bara inn í svona, þú veist, van, basically. Og það er bara eitthvað svona, fólk er að zooma inn og er bara eitthvað, oh my god, are they, bara she's not happy, bara, að því hún situr bara, eins og sé bara, you know, við veitum hvernig stelpur lúkkaðar eru fílu, sko. Ég væri líka fílu að ég lúkkaðist út eins og daðla. Ángrið, þetta var ræðilegt. Í hverju er hún? Þetta var fucking hrikalegt. Eins og bara eitthvað daðla. Sem hún er að koma út úr daðlunni eða eitthvað. Já. Hvað? Þetta var hrikalegt. Hún er alveg pyrruð út í hana því A$AP lúkkaði betur en hún. Þetta var bara... Bleika súturinn sínu. Já, ég skil þetta ekki. Þetta er rosa skrýtin átvitt. Já, en hann er samt ríkur svona Sims, já. Já, hann er samt... Ég skil ekki þessa döðlu, sko. Nei, ég skil ekki neitt, sko. What is it? Þetta er ógeðslega skrítið, já, þetta var leiðilegt. Já, þetta var mig sem var að gæla. Já, alveg rétt. Þú veist, hvað á þetta að vera? Veit það ekki. Skil þetta ekki, sko. We'll never understand. En við spurðum ykkur líka, hvað er uppáhalds átvitin ykkar? Já, ég er bara búið með þetta iced coffee. Ég hefði viljað vera með ballerínakeks með. Var að hugsa þetta? Já. Gæti svo mikið ballerína með þessu, sko. Já, það hefur næst að vera smá ballerína, sko. Já. Leiðum mætum heim, þá fáum við okkur ballerína, sko. Gott kaffi en að ballerína. Cannot wait for that, sko. Ég er svo spennt, sko. Maður kíkir ekki targar, sko, til ykkur ballerína hér. Kannski. Gæti alveg verið. Gæti verið. En vestur að taka targetferð, sko, þannig að ég er mjög spennt. Já, það er mjög gaman, sko. Ef við finnum eitthvað, þá getum við, ef finnum hvað sem skemmtilega bröð eitthvað, getum við sendið eitthvað mynd. True. Setja í story. Ok, við ætlum að fara yfir það. Þetta er uppáhalds outfitin hjá Töfbúrs Besties. Já. Ok, love it. Við erum með Tyla. Sammála. Fair. Sabrina, that dress on that face, damn. Sammála því. Loki, Sabrina og Gelani Chase Infinity. Ok, ég veit ekki hver það er. Chase Infinity. Já, þessi ekki alveg, ok, má ég sjá. Hvað heitir hún? Já, ég man eftir outfitin hennar. Mástu eftir í hverju hún var? Já, hún var í svona máluðu. Heitir hún Chase Infinity? Já. Ég held að hún sagði Gellan í Chase Infinity. Ok, veitu. Má ég sjá. Kannast þessu stelpu? Já, ég veit ekki hvað hún gerir, hver hún er leikur í, en ég man eftir þessu outfiti, sérðu. Alveg, það var þarna málverki, þetta var sturglað. Þetta er geðveikt. Þetta er ógeðslega flott. Hún er basically Venus de Milo, eitthvað, er það ekki málverk, eða er þetta Venus de Milo? Venus er þetta, sko, en þú veist, ekki svona, jú, þetta er kannski bara eins og Venus í lit. Já, getur verið. Þetta lukkar svona smá þessu shapeið á Venus. Já, satt. Cute. Veitu, hver er þessi skvísa? Ég var ekki búin að sjá þetta átvitt, en ég bara vissi ekki hver þetta var. Já, við tölum alveg það, þau sáum hana, við vorum bara, wow. Hún fætt 2000, herðu, hún var í, One Battle After Another. Er það svo? Aðleikur hann þar? Já. Og hún var æðisleg? Já, glæsileg. Ég þekkti hann ekki. Nei, ekki heldur. Ég samt alveg svona, ég hef seen her face, já. Kannaðist við hana, en ég var bara búin að gleyma hvaðan. Ég líka. Flott. Emma Chamberlain, gorgeous, sammála. Blake Lively, Sabrina og Tate. Já, Tate, hún var svona oh my god, mér finnst, goddess. Já, veistu, cute.
Hún hefði alveg getað mætt í þessu eitthvað annað, en... Við vorum að tala bara svona, hún geti verið í svo Grammy-velunum. Þetta var bara elegant fallur, gulldaði kjóll, skilu. En þú getur verið í þessu á öllum öðrum eventum. Tate aftur hérna, Lisa og Sissa og líka Sam Smith, Loki. Já, hann var krútlegur. Hann var flottur. Sissa, Rihanna og A$AP, what? Kylie. Ég skil ekki Rihanna og A$AP, þú ert eitthvað rugglast það, sko. Emma Chamberlain og Kendall, at least not Kim. Rude. Í alvörunni? Hvað við bara svona, ég verð bara að spyrja, við bara svona bara biased? Ég hef oft sagt að ég fíla ekki lúkri Kim, sko. Ég myndi alveg segja það, ég fílaði þetta sjálf, bara mest að geðveikt. Þannig að nei, ég myndi ekki segja að biased. Nei, við erum alveg a real gagnrýnendur og Kim Slade. Við erum ekki alls með saman stíl, skilur. Nei, Kim Slade. Rihanna segir ykkur eftir hérna, þú veist, þú er biased. Já, þú ert rugglast og þú elskar döðlur. Já, kannski elskar döðlur, það er alveg. Kylie og Hailey og Rihanna, og það er fuck. Ok, það er ykkur saga bakur Rihanna búningi sem við bara vitum ekki. Er hún að fæðast sem daðala, skilur, hvað er það? Það er eitthvað, af því að þú veist, við bara vitum ekki, við höfum ekki got a memo. Nei, we did not get it, sko. Kylie og Skepta, Skepta var flottir, sko, já, sammála. Stóð nafnið hans aftan á honum. Cass. Já, I love attention whore, skilur. Emma Chamberlain, mjög flott, já. Kendall, Anok Jai og Emma Chamberlain. Rihanna og A$AP, Jenner sýstirnar Eileen Gu, var það vinkonan sem vorum að... Nei, það var ekki vinkonan. Eileen Gu... Man ekki, Eileen Gu. Það er... Já, með búblurnar. Oh my god, we forgot about that. Hún er svo að hérna skýr og módel. Hún er ólympíuskvísa og já, ég man bara, þetta er sætast kjóll sem ég sé. Já, ég skil ekki alveg þú veist þemað, en I love it. Það er sama þarna. Já, þetta var svo cute. Það góð bara svona sápugulur úr kjólunum. Og svo litlar. Já, það geður það var ógeðslega flott. I loved it. Já, samla. Kylie, Beyoncé, Emma Chamberlain og Bad Bunny. Emma Chamberlain by far, Emma Chamberlain, Kylie Jenner og Bad Bunny. Emma, Sabrina, Madonna, Ciara. Já, hún er alltaf mjög flott. Já, man ekki eftir hennar. Ciara, þessi? Ciara. Já. Mér finnst þetta mjög mikið hennar átfitt. Hún er alltaf eitthvað svona gull, eitthvað steinuðu. Þetta er flott bara. Þetta er bara mjög smekklegt. Þetta elskar looki í heilsinni hjá Tate McRae. Kjóllin fór hún svo vel, hún var stunning. Hún var það? Hún var stunning, já. Algjörlega. Hailey og Sabrina, Rachel Selger. Í hverju var hún aftur? Rachel Selger. Nei, já, hvað betur það? Ég búin að glemma. Hún var hann á Snow White myndinni. Já. Ég man ekki eftir átbyrjun hennar. Nei, ég man ekki heldur eftir The Met Gala fit this year. Ok. Já, býttu. Með eitthvað grínu. Já, líka Katy Perry. Já, hvað var það? Hún var Stella McCartney. Já, það var ekkert eitthvað skemmtilegt. Það var weird. Já, eins hún er bara. Já. Kardashians, love the Kardashians, ekki the nipple bras. What? Mér finnst það vera svona part of the body. I loved it. Free the fucking nipples, skilur. Þetta er bara, þetta er part of the body, skilur. About nipples. Skilur það ekki? Ég man alltaf skilja. Levi, of course, for stunning. Sabrina, Tyler, Kendall, Emma Chamberlain, Sabrina, Madonna, Kendall, Sissa, Emma Chamberlain, Zoe Kravitz, Hailey Bieber, Tate McRae, Kendall, Sabrina, tjekka hvort það sé ykkur sem Emma, Sabrina Hudson og Connor Story, Tate McRae, Rachel Selger, margir segja hana. Já. Brina, nummer 1 og svo Sab, nummer 2, Miss Carpenter, nummer 3 og Sabrina, nummer 5. Já. Big fan. Emma, Kendall for sure, Emma. Eða gellan í neðra hægri hotninni er ekkert búin að sjá tala hana. Já, á myndinni. Já, það er, við tölum náðan hana. Tjekka hverju á myndinni. Hún var hana Lebanese jewel designer. Já, mjög flott. Bey og Emma Chamberlain, Kendall, Tate McRae og Hailey Bieber, Alicia Liu. Við erum búin að sjá hana. Nei. Ég elska því að þið segja okkur einhver aðra
sem við erum ekki búin að pæli. Alicia Liu. Jú, býttu, þetta skautagælan hana með hárið. Með Já. Já, ég var ekkert eitthvað það hrifin að Nei, ég hataði það. Já, Það var svo ógæslegt. Já, ok. Mér fannst það Já. bara svona, þetta var bara rauður kjóll. Já. Ég veit að hári hennar, þetta hári hennar. Þú Já. veist, ok, og hún má hafa hári sitt eins og hún vil. Ég skildi ekki hennan kjól. En mér finnst bara, þetta var bara rauður kjóll. Ég skil ekki á. Með púffi. Einmitt. Sabrina, Emma, wow. Love. Ég held að þetta sé komið allt sem þið eru búin að senda inn at this moment. Oh my god. Rosalegt. Já, skemmtilegt. Þetta var skemmtilegt Met Gala, sko. Og bara nóg að gerast. Eitt sem er líka skemmtilegt er að það eru danski dagar í Hagkaup. Án gríns. Það eru ennþá danski dagar og þið ætlaðu að fara að kíkja. Þetta er náttúrulega nágrannar okkar, skiljið. Þið verðum að fara aðeins að kíkja á góðar kræsingar og eitthvað næsi frá þeim. Já, enginn að segja mér að þið elski gott smörribrauð, sko. Ángríns. Gæti smá smörri í lífið Ég gæti. Já. Svo bara með einu góður rostbíu. Takk. Ángríns, róspjöf smörri. Og remulaði og steiktum lauk. Danandi kunna alveg svona. Ja, Þú veist, það er ástæðan af hverju jómfrún er, sko, eins vinsal jómfrún er, sko. Einmitt, rétt. Þannig að- Það var rétt hjá þér. Ef þið ætla að halda eitthvað svo lítið krútlegt bóð, eða vilja bjóða mér bara, Já. þú veist, þá er til 10. maí Já, það er 10. maí í Hagkaup. í Hagkaup. Fullt af skemmtilegum. Dönskum vörum. Já. Hversu Dönsk stemming. Það er dönsk Já, stemming. við verðum að halda upp á það, svo mikið Íslendingum manna úti og svona. Og það var på stæ. Já, smá leverpostei. Smálega på stæ. Já. Það er leið. En eitt sem er búið að bjarga okkur inn úti, það er ótrúlega bara svona þurrt loftina. Mjög. Sjúklega þurrt loft, þannig að við erum sko ógeðslega svona dehydrated, þannig að happy hydrated er búið að vera go to hjá okkur, Takk. bara öll kvöld, bara, þú veist það er ekki hægt að vera án þess. Nei, það er ekki En hægt. við erum bara hella bara dehydrated, við Já. bara, alltaf ég lappi götnar, það er eitthvað svona mikið mengur hérna. Já, það er eitthvað. Ég er bara svona þurr í munninum, skilur. Við hendum þessu bara í svo litla vassflöskur. Já, Bara bara tjögga. tjögga. Bara fyrir Og það svefninn. fær maður líka, þú veist, það er svo oft í útlöndum sem maður gleymir að drekka kannski vatna því maður er ekki með brúsið sinna allan daginn. Þannig ertu bara, já, ég er að drekka bara kannski hálfa lítir, skilur Já, bara í einu, bara svona, ok, ég er alltaf góð í Og steinarnar tíma. svört. Já, Því það að er maður fá allt þetta. maður líka svitna hérna og Einmitt. þú veist, já. Alls konar. En eitt líka bara eftir flugið, við erum búin að vera crispy crisp. Við erum alveg crispy creams. crisp, Já. sko. En það sem bjargaði okkur var að vera með Laugaspa vanilla bodylotion. Já, það er búið að vera lifesaver að hafa þetta. Ég hefði viljað pakka sjávarolíunni. Já, ég líka. Þess að bara svona, að því, Já, þú veist, svona ég fyrir hefði bara- double já, raka, verið bara með skilurðu. meira. Já, Einmitt. En það er líka svo góða við að þið verðum náttúrulega með brúnkukremin úti. Að vera með, þú veist, Laugaspa hérna bodylotionið, það er svo létt. já, þessu Það ógeðslega er ekki svona að bræði þetta af eða Nei. eitthvað þannig. Þannig að það er mjög svona gott til að halda við the tan. Já, Og halda góðum raka í húðinni. ángríns, það er mjög gott. En við Já. erum búin að borða ógeðslega góða mat. Svo mikið að góðum mat. Svo mikið góða mat. Ég lofa Og þú mikið, veist, sko. en eins og vorum að tala um þú veist í gæri, svona að þau vorum Upper East Side að borða á samstæða Gwyneth Paltrow, skilu. Þú veist, þetta er bara morð. Hvað stundum þetta getur kostað. Einmitt. Og eins og við segjum, við fengum okkur aspas og franskar. That was it. Af því að Anna var bara crazy. Ég vil ekki vita reikningin þegar við sjátum hérna fyrir framræðanda hótel líka, sko. Nei, og sko borðum, eins og Salat. við segjum, ykkur salat og kók Já. og kajúkara, nokkra Það er bara drykki, stress, já, já. þú veist, en ekki eitthvað Ekkert crazy, sko. alls, við Nei. höfum gert svo miklu meira crazy Já. hluti, sko. Ég var í áfalli þegar ég heyrði reikningin, sko. Það var rugglað, Já. en þarna, en getur þú, já, ég ætla að fá 3 rétta fyrir 4.500 Á Tres Logos. á fucking 3 logos og Mexican food. við vissum ekki, við erum svo ánæðar að þau bara tók ákvörðum, bara, jú, herði. Framlengja. Já, við framlengjum seðlinum, þetta gengur svo vel og fólk er svo mikið að koma og vill að halda þessu áfram. Þetta er núna, út mæ, Alla 50 daga út mæ. alla 5. út mæ, þannig að perfekt. Já. Þetta er bara gott fyrir bankan, gæðvitt fyrir magan og bræðlegana og alla. Nema, ég er bara svo spennt að fara og fá mér þetta, sko, þegar ég kom heim. Ó, spennt. Já. Svo gott. Já, Veistu, við líka með erum- steak, skilur, með tacos, bara, you fucking name it. Bara fyrir 4.500 kall. Já, sko, við erum Við svo erum mikið. bara að vera broke og vera hérna úti, sko. Já, Við erum bara já. heima að borða og bara teipaseðilinn, sko. Já, nei, sko, við erum að panta okkur eitthvað fast food, eitthvað Uber Eats, bara Mexikan, af því við kostar meira. elskum Já. Mexican food, skiljum Já, við, þú veist, það við er erum bara- alveg þar. Já. En þannig að við erum að panta okkur hérna heim og það kostar svo miklu meira heldur en 3 rétta. Út að borða. Já. Og guakkið á Tres Logos, jæja, Slaps. jæja. Prófið það líka. Já. Það er svo gott, sko. Líka með vimberánum.
Það er svo gott. So good. I love it. Ó, hvað ég er orðin svöng núna. Já, ég er mjög svöng núna. Þetta er eiginlega svona seinasti heilidagurinn okkar í dag. Já. Þannig að við ætlum að fara... Hvað ætlum við að gera? Við verðum að fara í Soho, af því að við erum búin að læra það. Við sjáum mestar stjörnur þar. Það er rétt. Við erum bara búin að sjá stjörnur þar fyrir utan náttúrulega hér á hótelinu. True. Er það ekki? Jú. Það er rétt. Þannig að við þurfum að fara þangað. Það er nokkra búðir sem ég langar hvort þeir ekki í leiðinni, bara svona skilur. Hvort við sáum nokkra búðir. Já. Og við erum bara að njóta. Kannski kíkjum við bíó í kvöld. Já, mér langar smá í bíó. Mér langar að sjá Dallas Prada. Já, og bara svona upplifa það að geta pantað sér mat í bíó. Geðveikt. Það er allir fun. Já. Það gæti verið alveg gaman. Það gæti verið gaman að fara og taka síðan, þú veist, bíóbúð þá. Já, Dallas Prada. Já. Hún er búin að vera að horfa nummer 1. Já, let's go. Við þurfum eiginlega að gera það. Ég held það. Hljóma vel. Já, og svo morgun ætlum við þá svona targetferð. Já. Já. Það er svona seinasti dagurinn okkar og þá, þú veist, við erum bara get ready for the flight. Þannig að við erum líka að sitja inn hvað þeir búið besti smæla með úr target. Já. Það er svo gaman alltaf að sjá eitthvað svona, prófum þetta. 100%. En oh my god, takk fyrir að vera með okkur on the mark. On gríns. Við það er checkout eftir klukkutíma slettan. Við ætlum að setja hana hver einustu mínu Við erum ekki, það þarf eiginlega smá að henda mér út, sko. Sem við. Pöntum okkur annan kaffi og... Já. Það ekki? Jú, við ætlum að setja hana. We're gonna stay sat. En allavega, bara þangað til næst, hefur besti. Já, love you besties. Love you, bye.